Sæl, ég heiti Hildur og efnafræðikennari í Flensborg og þetta myndband fjallar það hvernig við notum forskeyti og hvernig við getum breytt á milli forskeita. Hvernig aðferð við notum til þess. Það tvær aðferðir sem við notum hérna. Annars þetta hús sem við erum með hérna uppsett sem að mörgum þykir þægilegt að nota. Öðrum finnst þægilega bara að reikna þetta beint á blað og ég ætla að sýna ykkur hvoru tveggja og síðan getið þið valið ykkur hvora aðferðin ykkur finnst þægilega að nota. Það sem við þurfum að gera samt þegar við erum að vinna með forskeyti, þið þurfum að kunna hvaða forskeyti sem stendur fyrir hvaða tugveldi og það gerir þið með því að læra í töflu 1.5 í bókinni en við höfum þetta skrifa hérna meðan við erum að æfa okkur. Við skulum bara byrja á dæmi A-lið og skoða hvernig þetta er gert og hér er fyrsti A-liðurinn, þar ætlum við að breyta 300 km í 1 meter. Og þá byrjum við bara að reikna. Við segjum hérna, ég er með 300 kilometra. Ég ætla að breyta því í meter og þá gerir ég þannig. Ég set hérna brotalínu og set upp á línuna, set ég eininguna sem ég ætla að halda eftir, sem er metri í þessu tilviki, og undirstrik fyrir einingi sem ég ætla að losna við, sem er kílómetr. Og síðan skoða ég, hérna er ég með forskeyti í kíló og hér er ekki með neitt forskeyti, þannig að þar sem ekkert forskeyti er, set ég tugveldi sem forskeyti stendur fyrir, þannig að hér kíló stendur fyrir 10/3, þetta er 10/3 hérna upp á strik. 10/3 meter er 1 kílómetr. Þá get ég stytt út kílómetrar og eftir stendur, að því að þessi tali í rauninu fyrir ofan strik og þessi fyrir neðan. Þannig að ég segi 3, núna er ég með það. Kemur út 300 sinnum, hvað er eftir? 10/3 meter. Þetta finnst okkur asnalegt tala að segja 300 sem 10/3, þannig að við ætlum að laga hana til og færa kommun í rauninu komma hér og við ætlum að færa hana hérna 2 sæti hingað, svona. Þannig að við bætum við 2 hoppum þegar við skrifum út töluna. Þannig að þetta verður 3 sem er 10 í 5 meter. Svona. Nú skulum við skoða hvernig við notum húsið. Þetta er 300 kilometra sem við byrjum með og þannig að við finnum hérna reitin fyrir kíló og setjum hérna 300. Þá endum við alltaf töluna í reitinum sem að stendur fyrir, þannig að við erum með 300 kilometra, rauninu komman hér. Síðan fyllum við út í töfluna, fyllum við 0 í rétta átt og grunnstærðin er meter, sem sagt við fyllum hingað því við ætlum að breyta þessu í metra. Þannig að verður 3, 0 svona, þá erum við búin að breyta þessu í metra því meter er grunnstærð. Þannig að við erum með hérna, skrifum niðurstöðuna hérna 1, 2, 3, 4, 5 svona og er þetta ekki sama talan hér og hér, sjáum til hér er komman í rauninni, við ætlum að fara 1, 2, 3, 4, 5 3 sinnum 10 í 5 sama hér. Flott er. Þá skulum bara fara í næsta dæmi þar sem við ætlum að breyta 300 mikrómetrum í metra. Alveg nákvæmlega sama hér, segjum 300 mikrómetrar og í hvað ætlum við að breyta? Það fyrir upp á strik. Við ætlum að breyta hér í meter og við ætlum að, hvað ætlum að eyða? Undirstrik við það sem við ætlum að eyða, við ætlum að eyða mikrómetrum. Og þá skoðum við, hér erum við með forskeyti, þá setjum við tugveldi á móti hérna. Mikró stendur fyrir 10 - 7. Svona. Þannig að hér erum við að segja 10 - 7 meter í 1 mikrómeter. Styttist út mikró á móti mikró og hvað stendur þá eftir hjá okkur? 300 sinnum 10 í -7 meter. Og okkur finnst þetta jafn astanlega tala hér fyrir ofan. Þannig að við ætlum að laga hana til og við ætlum að færa kommuna hingað. Þannig að
þannig að við erum búin að færa hann í rauninum 2 sæti í rétta átt, þannig að talan þá breytist í 3 sinnum 10 í -4 að því við höfum bara eftir að búin að færa tölunum 2 sæti, við höfum bara eftir að færa hann 4 sæti metr. Svona. Kíkjum þá á húsið okkar. Þetta eru 300 mikrometrar. Finnum mikró hér, þannig að við skrifum 0, 0, 3. Svona. Svo höldum við áfram og fyllum í 0 í reitina þangað til við endum í metr sem er grunnstærð hér. Þannig að við segjum 0, 0, 0, 0. Og hvar er komma? Hún er í rauninni alltaf eftir einingunni sem við erum að sækjast eftir. Hún er hérna, alveg eins og hún var hér fyrir ofan. Þannig að við endum með töluna 0, 0,0003 og er þetta sama talan. Færum kommunum 1, 2, 3, 4, komum hér aftur fyrir 3 sinnum 10 -4. Svona. Þá er það C-liður. Þar ætlum við að breyta 0,0067 grömmum í mikrogramm. Þá er mikrogramm stærðin sem við ætlum að skilja eftir og við ætlum að eyða grömm. Og nú er það þannig, við ætlum að mikrogrammi hér og við setjum þá tugveldið, þar sem að stendur ekki, heldur setjum þá tugveldið þar sem forskeytið er ekki. Þannig að 10 -7 kemur í þessu tilviki undir strek. Svona. Styttist út grömm og grömm. Og hvað stendur það eftir? Við deilum með 10 -7. Þá er þetta 0,0067 sinnum 10 í 7 mikrogramm. Og þetta er líka ljóttala, þannig að við ætlum að færa 1, 2, 3, við erum búin að færa sem sagt 3 sæti rétt á, þannig að þetta er 6,7 sinnum 10 í 3 mikrogramm. Svona. Nú skulum við færa okkur upp í húsið. Nú er komman hérna, þannig að við ætlum að segja við erum í grömmum, við ætlum að byrja hérna, segjum 0, að því að komma fer alltaf, við erum núna með gröms og þetta er grunneining, þannig að komma fer hérna, komman er alltaf sem sagt, við endan á einingu sem við erum að breyta úr 0,0067. Þá erum við komið hvað til mörg grömm og svo heldum við áfram að fylla upp í húsið okkar upp að mikrogrömmum. Það kemur 0 hér, kemur 0 hér. Hver er þá talan? 6,7,0,0 mikrogramm og erum við með sömu tölu hér og hér. Færum kominum 1, 2, 3, sem sagt 6,7 sinnum 10 í 3 staðarformi. D-liður. Þar ætlum við að breyta 39 watt í megawatt og hvað gerum við þá? Megawatt fyrir upp á strik og watt undir strik að því við ætlum að losna við wattin. Hvað stendur megastend fyrir? Stendur fyrir 10,7. Þannig að þetta verður þá líklegast 39, styttist út sem sagt svona og svona, 39 sinnum 10 í -7 því þetta er deiling þarna, megawatt. Og eigum að laga þetta til, færum 1 sæti í rétt átt, þannig að það er 3,9 sinnum 10 í -5 watt. Svona. Færum okkur upp í húsið okkar og kíkjum á hvernig þetta kemur þar út. 39 watt, þá er í rauninni kommana eftir 9 og við erum og vöttin er sem grunning, það er ekkert forskeytið fyrir framan. Þannig að við segjum
og 9. Og hvert ætlum við að fara? Við ætlum að fara upp í mega sem hér. Fyllum upp í 0, 0, 0, 0 og 0. Komman þá alltaf munið eftir hérna einingunni sem við erum að vinna með. Þannig að við komum hérna með, þetta þá 0,00039 og erum við með sömu tölu. Ef við ætlum nú að færa kommuna hérna 1, 2, 3, 4, 5, 3 sinnum 10 mínus 15 á staðalformi. Og síðan í lokin það liður og þá sjáum við ætlum að breyta úr millimetrum yfir í megametra. Þannig að við erum að breyta í rauninni yfir núllstöðina eða yfir grunnstærðina. Þannig að þegar við gerum þetta svona á blaði þá það eiginlega best, finnst mér, að byrja því að breyta þessu í meter og breyta þessu þar í 2 skrefum. Þannig ég byrjaði að segja, ég hérna með millimeter. Og þá finnst mér best að byrja því að breyta þessu í meter. Úr millimeter. Svona. Og milli stendur fyrir hvað? 10 mínus 3. Þannig ég sé 10 mínus 3 hér. Tugveldið þar sem forskeitið ekki. Þannig að 10 mínus 3 metri í hverju millimetri. Þá ég komið töluna 67 sinnum 10 í mínus 3 metr. Svona. Og síðan breyti ég þessu yfir í mega. Ég ætla að breyti þessu í megameter. Úr meter. Megar hér og hvað stendur mega fyrir? 10 í 7. Og þetta sem sagt deiling, þannig að þetta snýst við. Verður sem sagt 6,7 sinnum 10 í mínus 7 og mínus 3, það mínus 9 megameter. 67, það ekki koma hérna, 67 sinnum 10 mínus 9. Við vorum ekki búin að laga töluna hér. Við skulum laga hana. Og breytis í 6,7. Og við erum þá búin að færa kommuna í rétt 8 sæti mínus 8 megameter. Svona. Setjum þetta í húsið. Kannski auðveldar að nota húsið í þessu tilviki. 67 millimetrar. Finnum milli, það hér. Og endum tölunni rétt 67. Svona. Og nú ætlum við að fara allalegi upp í mega. Og þá byrjum við bara sko 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, svona. Og svo teljum við. Færum kommuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passar 6,7 sinnum 10 mínus 8 megameter. Þetta sem sagt þessar 2 aðferðir sem ég held að sé bestar og þið veljið ykkur hvort ykkur finnst þægilega að nota. Jafnvel báðar því að við þurfum að nota þessa hérna aðferð þegar við erum að breyta á milli eininga í rauninni. Það eru æfingadæmi hérna eftir sem þið ætlið að prófa heima og vinna með og sýna mér svo í næsta tíma að þið hafið reynt við heima. Hérna eru þau, æfingadæmi. Gangi ykkur bara vel og muni æfingi skapa meistara. Þið getið þess vegna æft ykkur að reikna aftur það sem ég gerði í sýnidæmunum. Það voða gott að byrja á sýnidæmunum sjálf, færa sig svo yfir í æfingadæmin. Gangi ykkur vel. Bless.